Svo kom að því að taka næsta skref sem var að fá land undir þennan skóg. Og þú hefur væntanlega þá heyrt í ráðafólki þannig í Skagafirði, væntanlega á Sauðárkróki, og hvernig tóku þeir í þessa hugmynd? Já, 2004 þá var fyrsta gróðursetningin og þá sveitarstjórnin í Skagafirði eða þar að segja samfélagið, Skagafjörður, sveitarfélagið á þetta land sem við höfum til aðnota. Já. Og fyrsta gróðursetningin var 2004 og þá stofnaði ég líka félagið Brimnesskógar. Já. Og það fékk til liðs við mig nokkra menn sem hafa allir tengingu við Skagafjörð, ýmist fæddir þar eða eiga ættir að rekja þangað, og það er Stefán S. Guðjónsson sem hefur tengingu, eiginkona hans er ættuð úr Skagafirði. Já. Það er Vilhjálmur Egilsson sem margir kannast við sem rektor á Bifröst og sem alþingismann. Sölvi Sveinsson, rektor og rithöfundur og sem er fæddur uppalinn á Sauðárkróki, og Jón Ásbergsson sem ættir að rekja á Hof á Höfðaströnd í Skagafirði. Þannig að þannig stofnaði ég þetta félag þegar fyrsti fjárstyrkurinn kom og stofnaði þetta félag, og við höfum síðan unnið að þessu verkefni síðan. En fyrsta gróðursetningin, þá var það birki sem var ættað úr Fögruhlíð í Skagafirði, og það var fyrir eiginlega tilstuðlan Yrkjusjóðs. Yrkjusjóður Vigdísar Finnbogadóttur fyrrverandi forseta, og sem stóð undir þeim kostnaði við plöntukaup. Já. Þannig að þessi fyrstu tré sem þú setti niður, þau voru ekki kynbætt? Nei, það var ekki kynbætt. Og fyrstu gróðursetningar voru í samvinnu við grunnskólana í Skagafirði, sem þá voru á Hólum, Hofsósi, Haganesvík og Sauðárkróki, og þarna komu nokkrar rútur fullar af kraftmiklum skólabörnum sem var gróðursettu. En þegar frá leið þá höfðum við ekki eiginlega bolmagn til þess að halda því starfi áfram, og umhverfishópur Landsvirkjunar hefur verið burðarásinn í gróðursetningunni alla tíð síðan. En svo var það 1995 sem fyrsta kynbættu plönturnar voru gróðursettar. Já. Þannig að þið hafi verið síðan þá bara að setja niður plöntur, er það bara árlegt eða hvernig, og hver er staðan á svæðinu? Eru þið búin að fylla svæðið eða þurfið þið meira land? Já, sko, frá því að gróðursetning hófst þá höfum við árlega unnið að gróðursetningu, og við höfum haft góðan og dyggan stuðningsmann fyrir norðan sem er garðyrkjustjóri Skagafjarðar, Helga Gunnlaugsdóttir, sem hefur verið okkar stoð og stytta. Og við höfum borið á áburð, þessi hópur sjálfboðaliða, og annast og haldi við girðingu sem er ræktunarsvæði sem er tæpir 25 hektarar. Já. Og eru þið búin að fylla þessa 25 hektara eða? Já, við teljum það svona í stórum dráttum að þá er fullplantað í landið, svona mestu leyti, en hins vegar þá erum við með það í huga að bæta í plöntum þar sem við sjáum að afföll hafi verið. Já. Ég sá þarna sjálfsáðna plöntu. Hafið þið verið mikið var við það að skógurinn sé farin að
sá sér út? Já, það er aðeins farið að bera á því að trén séu farin að sá sér út og síðustu móðurtrén, það er að segja kimbættu trén, þau eru þarna 10-15 talsins og eru það bil kannski 5, 6, 7 metrar há. Já. Og af þeim er hægt að fá í raun og veru fræðilega kimbætt fræ. Já. Og þetta fræ hefur fokið þarna út á melana, það sem er hálfgróið land og er greinilega aðeins farið að sá sér út. Já. En já, nú er þetta orðið hátt í 20 ár sem að fyrstu plöntuna fóru niður og hvernig finnst þér svona vöxturinn og annað hafa komið út? Það verður að segjast alveg eins og er að landkostir þarna eru mjög erfiðir. Já. Það liggur við að mætti segja að við hefðum ekki getað valið verra land til ræktunar. Já. Þetta er opið fyrir norðanátt, bæði sem sagt vindi og seltu frá sjónum og það má kannski segja að lengi vel hafi mann eiginlega ekki litist á blikuna. Nei. Þetta hafi gangið seint. En núna síðustu árin, sérstaklega núna í sumar, að þá sér maður þessa brúska, birkibrúska tilsýndar þegar maður stendur og horfir yfir landið. Já. Og hæstu trén eru, já, svona mannhæð. Já. Allt frá því að vera bara hnéhátt og upp í kannski 1 og 2 metra og einstaka tré kannski yfir 2 metra. Já. En við notuðum fyrstu gróðursetningarárin notuðum við lífrænan áburð, við notuðum þangmjöl eða þörungamjöl. Já. Og plöntur sem voru ræktaðir í 40 plöntur í bakka. Já. Og síðan fórum við að nota stærri plöntur þegar leið fram og síðustu árin notuðum við plöntur sem voru í 12 cm pottum. Já. Og það gekk auðvitað miklu betur. Já. Og við fórum að nota skít með þessum stærri plöntum, hrossatað og sauðatað með hverri plöntu. Já. Og notuðum svo tilbúinn áburð líka. Já. Já, maður sér það einmitt þarna að þetta er náttúrulega bara, það er ekkert skjólan í rauninni. Nei, þetta er skjóllítið og það eru aðeins hvilftir örlítið í landinu. Já. En landinu hallar ofurlítið svona til norðvesturs. Já. En allstaðar í grendinni þar sem að skógrækt er í gangi, þá sé ekki nema kannski 2-3 kílómetrar í burtu, að þá er víða mjög góður framgangur í þeirri skógrækt. En það hafa komið yfir þessir hvassviðri með sjóroki sem að hefur hægt á þessu og jafnvel komið 1 skref tilbaka í einstaka ári. Já. En framtíðin? Hvernig sérðu það fyrir og þetta verkefni þróast þannig í Skagafirðinum? Við félagarnir sem stöndum að þessu verkefni með endurheimturinn skóga, við höfum reifað það við sveitarstjórn Skagafjarðar að reyna að útvíkka þetta verkefni, annarkvort með því að stækka ræktunarsvæðið raun og veru þar sem það er og það hefur verið svona að kanna þann möguleika hvort það væri mögulegt. Það er líka hefur borist í tal hvort að við gætum ræktað birkiskóg í Skagafirði samkvæmt þessari sömu hugmyndafræði. Já.
og eins líka höfum við verið með vangaveltur það að við getum tínt fræ af þessu kynbætta skagfirska birki og sáð því beint út á afgirt ræktunarsvæði. Þetta sem sagt, engar ákvarðanir hafa verið teknar en í athugun. Okay. Myndirðu gera þetta verkefni öðruvísi ef þú myndir gera aftur svona verkefni? Sko, það verður að segjast auðvitað að fjármagn, peningar eru afl þess sem hægt að gera og við höfum í gegnum árin fengið þetta allt saman fjármagnað með frjálsum framlögum og í sjálfboðavinnu og það hefur bara sett raun og veru sitt mark á þessa vinnu. Það sem væri auðvitað ákjósanlegt væri það að fá til afnota ákveðinn hektarafjölda, hvort sem við erum að tala um 50, 100 eða 200 hektara og ræktunaráætlun ár fyrir ár þangað til að væri fullplantað í það svæði sem væri hægt að gera á þessu sviði. Og við viljum halda okkur við þessa hugmyndafræði að endurheimta náttúruskóga eins og íslensk stjórnvöld hafa skuldbundið sig til með alþjóðlegum samþykktum að efla náttúruskóga á Íslandi og þá erum við að tala um íslenska birkið og íslensku trjátegundirnar sem hafa vaxið hér frá ísöld eins og reynivíð og gulvíði, hugsanlega líka blæösp. Og þannig að það er þessi hugmyndafræði sem okkar starf hefur byggst á og við viljum byggja framtíðina á. Já. En nú eru kannski margir sem eru jafnvel ekki hrifnir af íslenska birkinu, finnst það kræklótt og annað og margar aðrar erlendar tegundir hafa vaxið mjög vel. Af hverju að halda sig við íslenska birkið en ekki bara drita niður sitkagreinni eða eitthvað? Þessi hugmyndafræði náttúruskógina, hún vegur mjög þungt. Við getum bara horft á það uppnám sem hefur verið núna í landinu varðandi laxeldi. Og margir sem óttast það að árnar verði uppfullar af ræktuðum og kynbættum norskum laxi. Og ef að þessi sjónarmið eru rétt í laxeldinu, þá tel ég að þessi sömu sjónarmið eigi við varðandi plöntur. Innfluttar plöntur eru margar ágengar og fjölgar sér hömlulaust á landinu. Þetta er sem allir þekkja og allir eiga að vita, lúpína, alaska lúpína, fura, sitkagreni og ýmsar víðitegundir. Þessar framandi og ágengu plöntutegundir, þær munu setja mark sitt á íslensk lífríki og þetta þarf að íhuga mjög vandlega. Og þess vegna ættum við að leggja rækt við íslenska birkið og íslenska náttúruskóga. Mér finnst líka svona sjálfur bara þetta verkefni þitt þetta er náttúrulega svolítið einstakt að þetta birki vex hvergi annars staðar í heiminum nema í Skagafirði. Þó þetta kannski líti út eins og allt annað birki, en þá er það samt
erfðafræðilega öðruvísi og örugglega eitthvað, þannig að það svona birki, Skagfirðsbirki vex bara í Skagafirði sem náttúrulega punktur sem mjög áhugaverður, sko. En svo svona aðeins í smá annað. Ég heyrði svona smá sögu að þú hefði nú bara klefið kletta til þess að ná í góð fræ og greinar er það eitthvað til í því, eða? Já, ég get ekki neitað því. Að þarna í Gljúfrárgili þá má segja að við höfum sigið eftir fræinu. Og sagan á bak við það sú að fyrrum bóndi á þessum bæ þarna, Ásgeirsbrekku, hafði samband við mig og bað mig að koma með sér og athuga hvaða viðargróður yxi í þessu gili, Gljúfrárgili. Og við fórum á staðinn og vorum 3 saman og fórum að kanna málið og það kom í ljós að þetta var birki. Og það var illmögulegt að komast að vöxtulegustu trjánum nema bara að fara með kaðalböndin mittið og nánast síga niður í gljúfrið. Og af þessu birki sem að við höfum tekið til ræktunar í þessu Brennisteinsskógaverkefni, að þá kemur Gljúfrárgilsbirkið best út. Já, ok. Það áberandi meira beinvaxið og sprettur hraðar og á Suðurlandi það mjög beinvaxið. Já, ok. Ok, áhvert. En þannig að þetta voru ágætlega há tré þarna sem hún fannst í? Sko, sennilega nota flestir Íslendingar orðið og hugtakið hríslur þetta. Þetta voru birkitré sem að voru kannski 4 metra löng eða svo í þessu gljúfri og þannig að vaxtaraðstæðurnar segja mikið til vaxtarlagið eins og ég nefndi áðan. Og til að mynda í Hrollaugsdal þá var hæsta tréð þar þegar ég mældi það það 7 metrar á hæð en lengdin var 12,5 metrar. Alveg hvítt ljóst á börkin. Og það orsakast því að það er svo óbóðsleg snjóþyngsli þarna á svæðinu. Að skógurinn hann leggst meira og minna undir snjó yfir háveturinn. Já, ok. Ef við tökum þetta svona aðeins saman í lokin, svona bæði fyrir þig persónulega og svona, hvað myndirðu segja að þetta hefur svona gefið þér svona persónulega og já, hvað er svona það sem hefur, hvað jákvæða tekur þú út úr þessu og svona? Það margt sem að kemur til að það þolinmæði, æðruleysi, að úthaldið skiptir mjög miklu máli og hafa trú á sína hugsjónir og hafa úthald til að koma þeim í framkvæmd og líka hitt að þetta hefði ég aldrei getað einn. Af því ég fékk mjög öfluga og góða félaga með mér í þetta. Og fjölskyldan hefur umborið þetta áhugamál og það má segja að þetta unnið í sjálfboðavinnu og við sem að félaginu Brennisteinsskógar stöndum að við erum að færa samfélaginu þennan skóg að gjöf og þar með að skila náttúrunni það sem var tekið frá henni.